flytur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Velkomin tilbaka. Við erum hér fylgjum með 6 tíma keppninni á Klaustri og blíðskapað veður hér, alveg yndislegt og tölvukerfið eitthvað aðeins að svíkja ykkur því að þau úrslit sem ég var að lesa hérna fyrir ykkur rétt áðan virðast ekki vera rétt. Við horfðum á eftir endurræsinguna lið númer 25 sem er Jonni Snowcross og Erik Markus Olsen fyrirgefiði, engin Erik þannig að ferð. Hljómaði bara svo sænst. En við sem sagt horfum að þá taka forystu og síðan vissum við ekki betur að þau væru dottin í 3000 eitthvað sæti og tölvan sagði okkur að hjólnúmer 110 væri komið fyrsta. Skulum ekkert vera að fylgjast með því. Ég var að tala við Jonna, það er allt óbreytt þar þannig að þau eru ennþá í fyrsta sæti. Þannig að þar hafið það og sem samkvæmt okkar lista þýðir að Einar Sverrir Sigurðsson og Gunnar Sigurðsson þau eru í öðru sæti en ekki í fyrsta og Kári og Viggo í því þriðja þar að leiðandi. Basically listin færist niður einn. Þannig ég veit athygli á því að það eru græna liðið númer 25 í fyrsta sæti. Og sólin heldur betur að skína á okkur núna. Já, það er margt búið að gerast hér í dag á Klaustri. Fyrir ykkur sem voruð að setjast að skjánum og fylgjast með beinni útsendingu hér á Sport TV og þá byrjaði þetta með látum á langri braut sem að þurfti að stytta þegar að keppni var hálfnuð því að Mýrarsvæði sem var ekki verið gegnum var orðið illfaranlegt og menn farnir að festa sig þar í hverjum hring og þetta var orðið hið mesta vandamál þannig að það var tekið stutt pása og keppnin endurræst. Nú það sem gerist í endurræsingunni er að nýr forystusauður tóku við forystunni og það voru Jonni og Markus Olsen sem eru á hjóli nr. 25 og leiða þeir keppnina eins og staðan er. Einar í öðru sæti, Einar og Gunnar á hjóli nr. 13 á KTM og nú er brautin orðið mun styttri og taka mýranar út þannig að það er búið að myndast mikil trafík hérna sem gerist þegar hringurinn er styttur fyrir geði. Þá er styttri í það að hægari umferðin verði hringu að þeim röðu og þegar það byrjar að gerast verður ofta erfitt að fylgjast með. Þannig að þið fyrirgefið okkur ef það eru einhverja fleipur að ræða en við reynum að halda okkur á réttu plássinu hérna. Og sjáu þið, það er strax byrjað að festa sig aftur. Þetta var svipað og við sáum fyrir í dag. Hjól komið alveg upp að sætið niður í kaf. En langstærstur hluti brautarinnar er alveg bara
eins og þið sjáu, þetta bara drauma aðstaða, þetta æðislegt. Sjáu þið hérna hjól út allt. Allir að tappa vatni af og reyna að koma sér aftur í gang. Þetta bara motorsport, you gotta love it. Já, og við erum búin að finna forystu seðuna. Keppendur nr. 25, það Markus Olsen sem að keyra hjóli núna. Og hann að keyra gríðarlega vel. Þessi Svíað með skilst sem að Jonni fekk til að keyra með sér. Jonni kemur frá Egilsstöðum og núverandi Íslandsmeistari í motocross. Sumir kannski muna eftir honum sem ofurhuganum sem stökk á sleðanum út í sjó ekki fyrir löngu síðan í sjónvarpi. Þau eru að keyra saman og Markus Olsen búin að keyra núna einhverja 2-3 hringi. Spurði hvort hann vilji nokkuð lefa Jonna að keyra og hann finnst þetta svo gaman. Þetta algjört himnaríki sem hann að keyra í hérna. Það væri gaman að sjá hvort það skipti núna. Hann að koma að bólunu eins og þið sjáið. Koma í endamarkið. Og nú bara spurning, heldur hann áfram eða tekur Jonni við? Hann kominn hérna fram hjá okkur. Ég get ekki betur séð hann að það haldi áfram bara. Þannig að Jonni hvílir ennþá. Hann greinilega með nægt úthald þessi drengur. Og ætlaði greinilega að tryggja sér góða forystu áður en að Jonni fær að prófa hvernig að leiða klaustur. Það yndislegt. Flottur aksturinn hjá honum. Við þurfum greinilega að fá frekar upplýsingar þennan mann. Who, where, why, not og tilheyrandi. En flottur stíll hjá honum, þetta greinilega ökumaður með mikla reynslu. Því að hann að taka okkar landsins bestu og sýna hvernig aðeins getur ölið. Spurning hvort að Jonni var ekki að flagga hann út bara fljótlega. Það er spurning hversu mikil forystan er. Það er spurning hvort að við getum krunkað hjá tímaverðið út einhverja tölur. Ef það væri hægt, það væri gaman að fá að heyra þær, en það er allavega enginn í sjónmáli að ógna. Þetta glæsilegur akstur. Jú. Hérna sjáum við forystuhöfðin, hann er stopp hérna, það er verið að laga með. Það er kominn hérna traktor í brautina og nú getum við fengið að sjá raunhæfa mynda í hversu löng forystan er, því að hún er að styttast með hverri sekúndu því að hann er stopp. Og hann verður bara að bíða eins og það er í keppnum, þannig að þessi forysta sem að Markus Olsen er búinn að byggja upp, hún er bara að hverfa hér með hverri sekúndunni. Já, það eru stór tíðindi að gerast hérna á vissu staði í brautinni.
og það er búið að hleypa þeim aftur í gegn og hann er kominn af stað. Það er verið að hleypa þeim í gegn hérna. Hann er kominn í gegn ásamt öðrum keppendum og ja, í þessari kaos sá ég nú ekki hvort að annarsætið birtist í myndið ekki. Það er spurning. Já, það er margt að gerast á Klaustri, það getið sagt ykkur. Já, ég get ekki betur séð en að við höfum verið að horfa á framúrakstur í forystu þarna. Þetta var rosalegt. Kostaði mikið þetta stopp fyrir Markús því að það gerði Einar og Gunna kleift að nálgast hann og nú er KTM kominn fram úr, þannig að við erum komin nýjan forystusauð. Sýnist mér þetta að vera Gunni sem er að keyra. Frekar en Einar, ég þori þó ekki að fara með það. Gunnar Sigurðsson og Einar saman í liði. Já, þetta var pínu sorglegt að sjá hvernig hann tapaði forystun svona algjörlega úr hans höndum. Svona er þetta. En á móti kemur að sama hátt þá tapaði Einar líka forystu þegar það var endurreist, þannig að þetta er kannski bara eins og hlutinir eru stundum. Svo bílarnir sungu Let It Be, það þýðir ekkert að fást við þetta. Svona er þetta bara. Þeir eru báðir búin að græða á þessu, þannig að það má eiginlega segja að það sé bara 1-1 og baráttan heldur áfram. En nú náttúrulega erum við að tala um að Markús Olsson er náttúrulega búin að keyra nokkra ringi og er orðinn þreyttur. Hann var náttúrulega að reyna að byggja upp forystu til að afhenda liðsfélaga sínum sem að var það engu út af þessu traktorstæmi þannig sem að þurfti að hreinsa brautina í skamma stund. Já. Nú var hann ábyggilega bölvandi jávlar í hjálmnum, alveg brjálaður. Jävla traktor! Já, við höfum gaman að sér á Klaustri, blíðskaparveðri. Þetta er alveg yndislegt mót. Að sjá hjólum 25. Hérna er forystumaðurinn rétt á undan honum, nýbúinn að taka forystuna eftir að ófyrirsjáanlegir atburðir kom honum aftan að Erik, fyrirgefið, Markús Olsson, ég veit ekki hvað þetta Erik. Ég held að segja því að Erik er annars svíi sem er keppt henni í nokkrum árum. Þannig að þar hafið það.
Hann var heimsmeistari í Enduro og kom og keppti hérna með húskvarna fyrir Bukan 2005 minnir mig og vann keppnina. Dekkið er bara á kafi. Þetta er svipað á hann. Hérna sjáum við Markus. Það er spurning hvort hvað hann gerir núna. Nú hlýtur hann að vera hann þreyttur og þurfa að fara að skipta við Jonna. Spurning hvort hann hvílir sig í einn hring og en Einar og Gunnar voru að klára hring, komnir í mark fram hjá okkur á einum besta hring sem er búinn að vera keyrður fram á þessu, þannig að þau eru á fljúgandi siglingu alveg komnir í forystu, þannig að svo er spurning hvað gerist hjá þeim sem eru í öðru sæti, hjólið númer 25. Númer 49, Kári Jónsson og Viggo Viggoson í þriðja sæti samkvæmt síðustu skoðanakönnun. Sjáum hérna, mér sýnst þetta að vera Viggo sem er að keyra núna. Jú, þetta er Viggo gamli. Maður þekki það þarna á stílnum. Kári langur, mjór, stendur, mun framar á hjólinu. Viggo var Íslandsmeistari í motocrossi. Já, það er alveg 10 ár síðan, meira en það. Einnig var hann Íslandsmeistari í endrói. Sjáum gamla keyra hana, flottur.
er hörð barð á milli 44 og 43. Það eru ungu drenginir Sölvi og Viktor og Bjarki og Ágúst. Það er innan í mínútu á milli þeirra. Væntanlega í 4. og 5. sæti. Og eftir Kára og Viggo sem eru í 3. Einari og Gunna í því öðru og fyrirgefðu þau eru í 1. Það eru Jonni og Markus sem eru í öðru og Einar og Gunnar eru komin í 1. sæti. Við ætlum að taka það fram að öll úrslit sem ég blaðra hér í hljóði eru ekkert annað en óstaðfestar heimildir. Ég er enga ábyrgð að þessu. Það væri gaman að vita hver er munurinn á 13 og 25. Það er að segja fyrst og öðru sætinu. Hvort að bílið sé að aukast eða hvað. Hérna sjáum við mitt ökumann nr. 25. Þetta er ennþá Markus Olsen. Ég get ekki betur séð. Alveg keyrir hérna. Jú, þetta er hann. Sér stendur hann á Olsen aftan á treyjun hans. Búinn að keyra eins og höfðingi. Hann er komin í röðina. Horn. Skulum reyna að fylgjast með keppandi nr. 25, sjá hvort hann haldi áfram eða hvort hann skipti. Mér sýnist hann ætla að skipta. Nei, hann er ennþá í röðinni. Bíður eftir ég. Sjáu í röðina sem er búin að myndast. Þetta er náttúrulega mikill tími sem er verið að tapast þarna, en þetta þurfa allir að fara í gegnum. Hérna sjáum hann. Hérna kemur hann í gegnum bóluna. Og spurning hvað gerir hann. Hann hlýtur að þurfa að fara að hvíla sig. Hann er að reyna að finna Jonna. Þarna er Jonni kominn. Og akkurat núna eru þeir að skipta um bóluna. Drífa sig af stað. Og hann er kominn af stað. Jonni kominn á hjólið. Og það er spurning. Þeir eru nú búin að tapa töluverðu forskoti á 1. sætið. Jonni heldur hennar flottri ferð. Það var náttúrulega minnstu mun að Jóni hefði keyrt á ökumann sem datt fyrir framan hann, en hann brást fljótt við. Sjáum hann hérna, þetta er flottur akstur. Já, og það var já, samkvæmt nýjustu
tölum sem verður gíslað á mér hérna er 25 komið í fyrsta sæti aftur. Það hefur einhverstað farið fram hjá okkur þegar að skiptingin varð, en við horfðum á 13 taka fram úr rétt áðan, en greinilega, og það var 15 sekúndna munur á tímanum núna, og það er forskotið sem að Jonni hefur á hjól nr. 13 sem er í öðru sæti, þannig að það er alltaf eitthvað að gerast innan Klaustri. Forystan er að breytast og þeir tóku aftur forystuna. Þetta var flott gert hjá þeim, en eins og við sáum þá mistuðu forystuna þegar það þurfti að laga brautina með traktor á stuttu tíma. Keppnin var ekki stöðvuð, en forystusauðurinn hann var stöðvaður því hann kom að þessu þegar var við að vinna í þessu og tapaði forystunni sinni. En greinilega náði hann aftur og afhenti Jonnana sem að leiðir Klaustur, og það er ekki slæmur pakki. Sjáum við hérna, Jonni ferskur, keyrir vel. Nei, drepur á hjólinu hann Jonni. Farðu nú ekki að halda, Nei, hann kemst aftur á stað, heldur forystunni, en óneitanlega tapaði hann einhverjum 5-10 sekúndum sem að gæti nú bara þýtt að það er stutt í næsta mann. Við skulum reyna að fylgjast með Jonna. Jonni kominn hérna í drullupittin, eða vasslaugina eins og þetta er nú hálfpartinn orðið. Þetta er flott gert hjá honum, hann fer vel og hratt í gegnum þetta. Jonni er fastur hérna fyrir aftan mann sem er að losa hjólið sitt. Þarna fór. Hann lítur að, hann er kominn á stað. Ég hreinlega sá ekki hvort að KTM fór fram úr honum eða ekki. Jonni, hann festi sig aftur. Hann má ekki keyra ofan í grafningunum. Hann þarf að finna sér aðra leiðir en að fara í stóru djúpu holunar. Þetta gengur ekki, það ætlar að halda forystunni. Og satt að segja er ég bara ekki viss hvort hann sé í forystu ennþá. En samkvæmt bestu spámunum í bransanum eru Viktor og Sölvi í þriðja sæti, fjórða sæti. Ekki þig. Við sjáum Jonna hérna í mynd. Strax búinn að taka gleraugun af sér. Bjarki Ágúst er á eftir þeim Sölva og Viktori í 5. sæti. Já, það er spurning hvernig þetta hefur haft áhrif á keppnina þegar Jonni festi sig hana. Það fóru nokkuð margir fram hjá honum en flestir af þeim voru hring á eftir, þannig að spurning hvort það hafi læðst fram um hjól nr. 13. Við erum að reyna að komast að þessu. Annaðhvort er hann í forystu í öðru sæti, myndi ég halda.
Sjáu þið hérna keppandi farinn út í, ég get ekki betur séð en þetta sé Húskvarna, spurning hver að bóla kaffana ofan í. Ég hef ekki orð, hann er ábyggilega svolítið kall núna. Já, þetta var rosalegt. Það nú verið gaman að ná þessu í mynd, en við sáum eftir leikinn. Þannig að það einn keppandi búinn að taka sundsbrett í lauginni. Horfa á Jonna henni í brautinni, það lítur út fyrir að hann sé ennþá í forystu. Ásamt sænska vini sínum, Markus Olsen. Spurning hvort að Jonni taki 2 hringi. Herðu, en ég var að fá það tíðindi í eyrun að 13 var að stempla sig inn og kom í mark, þannig að þeir hafa vist tekið forystuna þegar Jonni festi sig á þann, sem þýðir að Markus Olsen og Jónas eru dottnir í annað sæti og 13 er komið í fyrsta sæti sem eru Einar Sigurðsson og Gunnar Sigurðsson. Og samkvæmt pitstoppinu síðasta þá eru 50 sekúndna munur á fyrsta og öðru sæti, þannig að þessi forysta sem Jonni tók við breytist í -50, þannig að nú er spurning hvort þeir ná eitthvað að draga á þá aftur. Og Jonni hefur haldið áfram annar hring. Það er ekki líklegt að Markus Olsen taki við í þeim næsta og keyri til þess að reyna að vinna þetta upp, þessa tæpu mínútu sem að þau búin að tapast. Og það er alveg spurning hvort að það sé hægt. Hann náði nú að byggja upp nokkuð góða forystu sem að tapaði á hann, þannig að það er nóg eftir ennþá. Og Sölvi og Viktor voru að tjekka sig inn. Þeir eru í 4. sæti held ég, frekar en 3. En þeir voru að stimpla sig inn á mjög góðum tíma og eru að keyra hálfu sekúndur hraðar heldur en aðrir þessa stundina. Hálfu mínútu fyrir ekki. Hálf sekúnd er nú ekki mikið á klaustri.
aðeins á, þannig að þið bara njótið útsýnisins á meðan. Let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me getting physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. That's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Pump it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. My body's aching, system overload. Temperature's rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. That's right, keep it tight, cause it's pulling you in. Wrap it up, you can't stop, cause it feels like an overdose. Come on and evacuate, feel the club is heating up. Move on and accelerate, push it to the top. Come on and evacuate, feel the club is heating up. Move on and accelerate, you don't have to be afraid. Now guess who's back on a brand new track? They got everybody in the club going mad. So everybody in the back, get your back up on the wall and just shake that thing.
been waiting for tonight. You give me fever deep inside. It's you and me together. I feel it in my soul. We can last forever. You just make me lose control. I can get you out of my mind. It's silly, but I
Það hefur, eftir því sem ég best veit, ekkert gerst í forystu breytingu frá því að við síðast vorum hér við skjáinn. Eftir því sem ég best veit er Einar Sigurðsson og Gunnar Sigurðsson númer 13 á KTM í forystu. Spurning hvort að ungu strákarnir Bjarki og þeir séu eitthvað að draga á það sem er á undan, en við erum að horfa hér á Gunnar. Þetta sýnist mér að vera Gunnar Sigurðsson sem er liðsfélagi Einar Sigurðssonar. Þeir eru númer 13 og þeir eru að leiða keppnina þegar innan við klukkutímur eftir held ég. Keppnin verður flögguð hér af klukkan 6. Þrátt fyrir smá töf þá halda þeir fyrir plönum og það er 40 mínútur eftir þessari keppni. Þannig að þetta lítur vel út fyrir Einar Sigurðsson og Gunnar Sigurðsson og KTM-liðið. Þetta er búið að vera stórkostleg keppni í alla staði hér í dag þrátt fyrir smá hiksta í mýrinni. Það þurfti að stytta brautina töluvert og sleppa mýrarkaflanum því að hann var orðinn ófær. Og þetta var á þeim tíma þegar keppnin var hálfnuð, þannig að seinni partur keppninnar hefur verið svona hálfgjört motocross. Stuttur hringur, þú ert ekki nema í 10 mínútur að keyra eða svo. Þannig að flestir eru að taka 2 hringi núna í staðinn fyrir 1. Já, svona af þeim sem er að keyra og halda nokkuð góðri ferð. Það er nú eflaust margir fegnir þess að geta keyrt í 10 og gilt í 10. Svona þeir sem taka þetta kannski ekki alveg eins alvarlega. Menn búinn að fá sér sundsprett í vatninu hér. Og ég veit ekki hvað. Virkilega skemmtileg braut hér. Þetta er alveg bara eins og heimsklassa motocrossbraut að horfa á þetta. Svona fyrir utan 1 og 1 pollót ruglubað. Keppnanda gera sig kláran sýnist mér. Herðir sér hjálminn og menn í miðri braut í dröllu að leggja niður staur og ég veit ekki hvað. Þetta er bara full-time job að halda brautinni gangandi, gerandi hér og þessar hjáleiðir þegar að brautinni er orðin ófær. Þetta er bara eitthvað sem menn læra fyrir næsta ár. Og hérna sjáum við í mynd á skjánum hjólnum 13. Þetta er forystu hjólið. Keyra fyrir KTM, Gunnar Sigurðsson og Einar Sigurðsson. Allt að gerast á þeim tveim í dag. Flott ekki þarna, sjáu hvernig hann Sjáu nú til dæmis hvernig hann keyrir hérna utanlega. Hann fer alveg út fyrir grafningin, miklu víðari beygju, en hann er nánast að keyra á grasi í staðinn og þetta er miklu hraðari leið heldur en að vera að fara í grafningana, berjast í hverju hús, hverjum bumpa fyrir sig. Við sáum Jonna gera þessi mistök þegar hann tók við forystunni
Hann keyrði leiðina sem flestir fóru og festi sig þar að leiðandi, en eins og við sáum Gunnar þarna, hann svona tipplar á tannum í kringum þetta, tekur bara lengri línur en heldur miklu meiri ferð og fyrir vikið þreytist hann minna því þetta er náttúrulega miklu minni barningur að vera ekki í aksturslínum sem allir keyra og þannig að mann þurfa svona að víkka sína aksturslínu ef þeir ætla að halda hraða og missa sig ekki í ruglið sko og Gunni var að gera þetta mjög vel og það er ástæða fyrir því að þeir eru fyrstir. Svo eru sumar beygjur orðnar rosalega víðar og stórar og það er líka hægt að skera innan á þær bara mjög innanlega. Þetta er mjög vítt á milli stika og stundum eru stikuna svona hálfpartinn farnar að leggjast niður og þú veist, það er ekki alltaf hægt að vera 100% rengilegur, maður þarf bara að taka þá bestu línu sem er í boði og þegar línan stækkar þá bara verður að gera þetta. Við sáum líka hvað Viktor gerði þarna, hann tók mjög innanlega línu, alveg sleppt öllum leiðindunum, hálfpartinn, brautin stækkar bara og stækkar eftir sem líður á línuna að vera breiðar og það er bara partur af þessu. Þetta er hjól nr. 44 sem við erum að horfa á. Viktor Guðbergsson og Sölvi Borgar Sveinsson. Mér sýnist þetta að vera Viktor á hjólinu, ég fór ekki alveg að fara með það. En flottur akstur hana. Það eru sko hvað línan er orðin víð, hún er alveg komin hana bara 10 metra út fyrir það sem hún var fyrst. En trikkið er halda áfram og stoppa ekki eftir að þú kemst í svona rytma þar sem hún bara heldur áfram og stoppar ekki. Það er langbest. Hvert einasta stopp og hver einasti grafningur er auka baráttu. Og hjólinu 45, 5. sæti segja þeir mér aðast er Erni Berþórsson og Ingvar Birgir Einarsson. Þeir eru þá nýjir á lista í topp 5. Og hérna sjáum við Gunna. Mér sýnist þetta að vera Gunni frekar en Einar, jú. Hann er nettar á hjólinu. Einar er stærri og svona þyngri á því aðeins, situr meira. Þó eru þeir nokkuð svipaðir í akstri. Það verður að segjast. Það er alveg bongo blíða komin. Ég var að ræða þetta. Hér er ábyggilega bara 20 stiga hiti. Gæti verið svolítið heitt. Síðan er hann svona í utan yfir jakkahálfþunnum, hann yfir peysuna sína. Það sjá ekki eftir því núna. Heldur flottir kæslin yfir, er alveg með brautina á hreinu, les vel línunar, hefur bara gott flæði, tekur vel innanlega línu þarna. Það er flott að horfa að gera. Þetta er mynd sem við höfum aldrei séð á Klaustri áður, að geta fylgst með keppanda svona heilan hring alveg. Þetta er bara beautiful. Þeir eru hér í góðri forystu Einar og Gunnar. Þetta er staðfesta fréttir.
Það er 30 sekundur í annað sæti. Hérna kemur hann. Sjáðu hérna, keyrir alveg længst upp í bakkann, bara út fyrir línu og þú veist, allt í gúti. Svona á að gera það. Og fyrir ykkur sem eru á áhorfendasvæðinu og skiljið ekki alveg hvað ég er að tala um, þá er ég að horfa hér á beina útsendingu á Sport TV. Og þið eru öll partur af henni hér. Og þetta er akkurat það sem er að gerast á skjánum. Við erum að horfa á forystusauðinn, leiða keppnina á KTM nr. 13. Það er ekki slæmar fréttir. Já, það er alveg vel skorið innan á þarna. Stikur hvergi sjáanlegar, sjáu þetta. Þetta er alveg... That's the way to do it. Þetta er alveg glæsilegt. Flott að sjá hann hérna. Glæsilegur akstur í gangi. Þetta er bara eins og þessi sunnudagsbíltúr á ólöglegu hraða. Og meðan flestir eiga í basli þannig í kringum hann, þá tipplar hann fram hjá þeim með góðu línuvali og gjöfina vel upp á snúða. Sjáu þetta er æðislegt. Glæsilega tökur hérna í gangi. Hallar sér vel aftur, nær gripun út í beginni, skellir sér fram á græjuna. Sjáu þið, eins og ég segi, hann er alltaf annarkvort yst eða innst. Hann er aldrei í svörtu dökku línunni. Hann er alveg í endanum og það er það sem maður þarf að gera. Þú mátt ekki keyra erfiðustu línuna, þá bara ertu í þeim pakka. Ætlar að vera hraður eða ætlar að hafa þetta erfitt. Þetta er náttúrulega ekkert eitthvað sem þú ákveður bara eittir og bingo, menn bara... Þetta er margar ára þjálfun að gera þetta rétt. Og það er í öðru og þriðja sæti baráttan, þar er 44 og 45 sem eru 25 fyrir ekki Markus Olsson og Jónas og Viktor og Sölvi, og síðast við tjekkum þá voru Viktor og Sölvi að nálgast þá, þannig að spurning hvort þeir séu komnir fram úr. Við bíðum eftir að þeir komi í mark nr. 25, við þurfum að fá að vita hvort þeir séu í öðru sæti eða við erum búin að missa ungu drengina fram á sér. Þetta er náttúrulega allt ungi drengir. Þannig að þeir eru yngri en svo. Þannig að sjá hjólum með 57, þetta er TM. Jóhann Sport þar að ferð, Haraldur Örn Haraldsson og Þorri Jónsson að keyra þetta hjól. Það er nú bara spurning hvort maður stökkvi ekki í tjörninu eftir, það er bara strandpartí hérna, þetta er þvílíka veðrið. Þarna er keppandi númer, sé ekki hvað.
Það styttist í annan endan á þessari keppni. Það ekki nema 25 mínútur eftir sem að þýðir það gæti verið 3 hringir. Það svona cirka 10 mínútur hringurinn. Ég veit ekki að fyrir eftir hvað rauðustu menn að keyra en það gæti verið að hann þyrfti að taka 3. hringinn ef þeir verða undir 25 með 2. Sjáum hvernig þetta fer en þetta spurning hvort að Sölvi skipti við eina af. Einar fyrirgeði Sölvi sennilega, ég skýt á Sölva 90%. Og hafa þeir góða forystu. Þetta lítur vel út fyrir á. Nú hann að nálgast endamerkið. Við sjá hvort það verði mannaskipti á hjólinu. Eða hvort hann haldi áfram. Kominn í gegnum hliðið, hann ætlar að skipta mann. Þarna bíður Einar. Og hann var á besta tíma hingað til 8 mínútur og 18 sekundur. Klapp fyrir honum. Já, svei mér þá ef þetta hafi ekki bara verið Einar sem var að hjóla því að nú þegar ég horfi á hann á þennan þá sýnist mér að þetta sé ekki Einar. Ég byrst alveg úr því en eins og segi ég ber enga ábyrgð á þetta allt óstaðfestar heimildir hér. Ég afsakið. En enga síður sama lið talað. Og þetta pottet Sölvi. Mun styttri. Og stendur meira. Fyrir hann út fyrir, vel í grasið, gott hjá honum. Þarf að fá grip. Þannig sjáum við 36. Þeir eru í Þetta er baráttan í 4. og 5. sætið. 36 eru Kjartan og Eyþór og við erum að horfa á Kjartan. Eyþór keyrir á Hondu. Þeir eru í baráttu við hjól númer 44 var það ekki. Já, tímakerfið að segja okkur að Jonni og Markus eru dottirnir í hvað, 7. sæti. Þetta eru staðfestar heimildir, veit ekki alveg samkvæmt tímatökunni það þannig. Þannig að við verðum að treysta á það. Það er kannski eitthvað komið þar fyrir sem að fór fram hjá okkur. Enda mikið að gerast hér í brautinni og ómögulegt að fylgjast með öllu.
Og hér hefur við keppandi númer 44, þetta er Viktor og Sölvi sem er að keyra. Þetta er sennilega Sölvi sem er að keyra því Viktor keyrir á Suzuki síðast ég tjekkaði. Og þau eru í þá öðru sæti. Ef að við séum ekki að fara með hlaupur hér, jú, það getur alveg passað. Flottur akstur á þeim. Níu mínútur og 2 sekúndur þeirra tími. Hérna er Markus að keyra, hjólið nummer 25. Og hann er annars sætið, hjól nummer 44. Æ! Ha? Í alvöru? Bjarki Ágúst var að tjekka sinn hring, 9 mínútur og 3 sekúndur. Þeir eru í 3. sæti. Sjáum við svorustu seðin. Þessi við eru Einar og Gunni. Búin að keyra vel í allan dag. Það skiptast á fórustunni nokkru sinnum en þeir hafa sýnt þrautseigju og alltaf sýnist mér að enda þetta á toppnum.
korter eftir að keppninni.
og tímamunur á fremstu mönnum að hjól nr. 13 sem eru Einar Sigurðsson og Gunnar Sigurðsson. Þeir hafa 4 mínútur á hjól nr. 44. 44 annarsætið þeim Viktor Guðbergsson og Sölvi Borgar Sveinsson. Þeir hafa 7 mínúturna forskot á hjól nr. 43 sem Ágúst Már Vigfússon og Bjarki Sigurðsson. Og Bjarki Sigurðsson og Ágústi hafa 8 mínúturna forystu á 36 sem eru Kjartan Gunnarsson og Eyþór Reynisson. Þannig að öllu óbreyttu þá mun þetta vera topp 4 staðan hér á Klaustri 2010. Já, samkvæmt spákonunni miklu. 5 mínútur eftir, þannig að það er enginn að fara að vinna þetta upp. Þetta snýst bara hvort að menn klári ekki alveg örugglega. Ég efast nú að menn séu farnir að keyra það hratt að þessu að eiga hætt á mistökum. Ef þeir verða ekki að kjánast þess að vera bensína sér, þá ætti þetta að vera nokkuð safe, skal ég segja ykkur. En hver veit, slíkt hefur nú gerst áður í mótorsporti, sem á öðru. Já, það er ekki að segja annað en þessu glæsilega aðstæða hér á Klaustri. Veðrið til fyrirmyndar sem og keppni og allt bara fyrirkomulag. Hér sjáum við Viktor á 44. Sölvi var að keyra á nummer 44 á Hondu. Nú er Viktor að keyra og hann klárar þetta fyrir félagana. Geri ég ráð fyrir. Innsiglar annað sætið. Vel í sig góða línur hérna. Og þetta er nýja kynslaðan sem er að koma upp í sportinu í dag. Bjarki Sigurðsson, Viktor Guðbergsson, Eyþór Reynisson. Þetta eru stjörnurnar sem eru að fara að gera eldri strákunum lífið leitt. Og Aron er náttúrulega ungur líka, þótt hann sé örlítið eldri. En það frelsta frétta af honum á Ragga að þeir eru dottnir út úr keppni. Þannig að þeir sem leiddu hann á tímabili nummer 4, Aron og Raggi, þeir kláruðu ekki þetta árið. En það gengur bara betur næst. Já, það styttist í þetta. Stutt er í að við flöggum út sigurvegara af Klaustri. En við erum að fylgjast með hér öðru sætinu á gulu Suzuki nr. 44, Viktor Guðbergsson. Glæsilegur rastur, sjáðu hvað hann flæðir flott yfir hérna. Nei, og bara hjól nr. 5 að pressa hann. Allt að gerast. En held að hann sé í 8. sæti og hringa á eftir. Þannig að ef hann fer fram úr þá afhringar hann sig hvað þá varðar. Og forystan er bara aukast ef eitthvað er. Þeir eru búin að bóta hálfri mínútu á þá síðan við tölum þetta síðast. Þannig að þetta er allt í góðum farveg.
Það eru menn stopp þannig að nú og klukkan víst smollin í 6, þannig að ég held að þetta sé bara spurning að bíða eftir að forystu sögurinn komi í mark. Jæja, hér sjáum við Einar Sigurðsson kominn á fákísinn í fyrsta sæti og það nú ekki í fyrsta skipti sem hann í fyrsta sæti og sannarlega ekki það síðasta. Hann þekkir þetta og kann nokkuð vel við þetta sæti. Og hann nú unnið þessa keppni áður. Og hér sjáum við Kalla Gunnlaugs munda flaggið. Nú er bara beðið eftir sigurvegaranum. Hér kemur hann í röðina. Þetta er klár. Þannig sjáum við Jói Startsef kom í mark. Númer 139. Og það fyrir alveg að koma röðin á honum. Þetta er bara nokkurum bóluklikkum á veg. Og hér kemur það bara. 1, 2 og bingo eða hvað? Jújú, þetta var bara svona rosalega hljóðlátt eitthvað. Ég átti von á fagnaðarlátum og einhverju svoleiðis, en mér sýnist að það er komin í mark. Allir hressir bara. Já, þetta var þannig að það er eins og hann hafi laumað sér í markaðinn Einar því að ég held að flaggstúlkan hafi ekki einu sinni tekið eftir honum. Hvað það? Þetta er sigur orðinn að veruleika. Einar Sigurðsson, Gunnar Sigurðsson. 26 hringir, fyrsta sætið og málið dautt. Þetta var stórkostlegur dagur hjá þeim og þau eru vel að þessum sigri komnir. Keyra fyrir KTM og það er allt gátt að frétta því. Já, og að meðan að keppendur tínast í mark ætla ég að reyna að vippa mér í actionið og finna sigurverðina.
Þannig að þangað til og bara njótið myndana. Body's aching, system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Eyes right, keep it tight, cause it's... Þú að kalla á bínu, hvað er bína? Já, bína, já. Þetta er smá Schumacher lýsingu fyrir okkur. Zjóng! Zjóng! Getur einhver sagt þessum hund að þegja? Þetta er hér. Sjáu þetta Kalli fallið? Já. Já. Heyrðu, þetta gekk ágætlega í dag eftir smá læti með mýrina í byrjun en þetta náði að klárast. Og gekk þokkalega fyrir sig, en við komum til með að veita verðlaun fyrir þrímenning, overall, kvennaflokk og játtkallinn, en verðlaun fyrir afkvæmaflokkana og pluss 90 þurfa að bíða, þar sem við erum með smá tæknileg vandamál í því. En við byrjum á þrímenning og þar eru í þriðja sæti Guðjón, Ingvar og Torfi, keppendur nr. 190. Í öðru sæti Pálmi, Jón og Sævar, keppendur nr. 31. Sigurvegarar í þrímenningsflokknum, keppendur nr. 28, Alexander, Gylfi og Einar. Kissa hraðabjörn! En öll úrslit verða síðan birt á motocross.is og ætti að vera komin inn annarkvort seint í kvöld eða á morgun. Keppendur! 1,4 Já. Þessi er í þriðja sæti, það eru hvað? 137 ára. Og svo, lyfta! Og við vindum okkur þá í kvennaflokkin og þar erum við þriðja sæti í dag, keppendur nr. 90, Hedda og Ásdís. Í öðru sæti, keppendur nr. 134, Laufey og Hekla Daða. Sigurvegarar í kvennaflokknum í dag, keppendur nr. 169, Margrét og Sandra. Við ætlum bara að ræða fyrir það. Já. Það er ekki að hóta og segja. Þegar við gefa stelpunum gott klapp.
Þá er komið að járnkallinum og þar var í 3. sæti í dag keppandi nr. 104, Orri. Í öðru sæti í járnkallinum, Benedikt nr. 81. Og í 1. sæti í járnkallinum, keppandi nr. 158, Anton. Nývetningur! Hamingju. Takk fyrir það. Það er hamingju. Takk. Og þá er komið að overall sigurvegurum þessara keppni og þar eru í 3. sæti í dag keppindur nr. 44, Sölvi og Viktor. Í öðru sæti Jónas og Markus, nr. 25. Og sigurvegarar í 9. Offroad Challenge keppninni 2010, Einar og Gunni. Nú fyrir hönd Vélhjólaíþróttaklúbbsins vil ég þakka öllum þeim starfsmönnum sem hjálpuðu okkur við að gera þessa keppni að veruleika og þá sérstaklega ábúendum hér á jörðinni og ég held að það sé alveg ljóst að við verðum hér aftur á ári hvítasunnuhelgi í landi Ásgars. Sjáumst þá. Takk fyrir. Líka. Það drepa ykkur með. Þessi tilkynning.